Hingað komin Kristín Steinsdóttir, rithöfundur. Bjarna Dísa ný bók eftir þig, gerist á Austurlandi, þaðan sem þú ert ættuð, þetta svona nálægt þinni heimabyggð gömlu, fyrir austan, og þú ert að skrifa konu sem lenti í hrakningum og dó og varð draugur. Í raun og veru, Bjarna Dísa, þetta úr þjóðsögunum, þetta sagan af Bjarna Dísu í þjóðsögunum. Já, ég eiginlega alin upp með þessari sögu. Þetta svona saga sem var mikið sögð fyrir austan og ég las hana í öllum mögulegum útgáfum og þetta svona, hún fylgdi mér dálítið. Ekki það að hún leiðist á mig. Nei. En ég var nú verið við að fara ekki mikið að eiga við hana vegna þess að hún geti lagst á þá sem að ættu við hana í tali og tónum og hvern hátt sem það væri. Já. Og ég hugleiddi það svona svolítið hvað ég ætti að gera en hugsaði með mér að máttu þjóðsöguna geti nú ekki verið svo sterkur að 215 árum seinna leiðast hún á mig eða 200 árum. En hvernig þessi saga? Sagan í stuttu máli systkin sem eru búsett í vinnumennsku á Seyðisfirði bæði tvö og þau fara upp á Hérað og hann áfram, hann heitir Bjarni, hún heitir Þórdís og kallu Dísa og hann fer niður á Eskifjörð til að hitta kaupmann fyrir bóndan. Dísa slæst í för með honum upp á Hérað. Og ég nota Dísu sem uppistöðu en þetta skáldsaga enga síður. Já, mikil ósköp. Þannig að ég læt hana heimsækja móður sína og systur sem eru á Þrándarstöðum í Eðaþinghá. Hún verður eftir þar, Bjarni fer niður á Eskifjörð, kaupir inn, kemur tilbaka, sækja Dísu og þau fara heim. Og hreppa hið versta veður á leiðinni niður á Seyðisfjörð. Já. Sagan gerist á 3 sólarhringum í raun. Sögutíminn, en náttúrulega heil ævi. En Dísa verður úti. Nú finnst mér þú vera að fann að segja þetta alltaf mikið. Já, ég veit það ekki. Jú. Ég meina, við þekkjum þjóðsöguna, Já. Þjóðsagan þannig að Dísa verður úti, Bjarni kemst lifandi af illanleik og síðan, sem sagt, gengur Dísa aftur og verður fræg vera þarna á Austurlandi. Þú gefur, Dísa, hún náttúrulega, við getum gefið okkur það. Það eru 215 ári í dag síðan Dísa dó. Já. Því það var 1797, hún dáin. Það getur vel verið að einhverjir segja hún hafi orðið að draugi. Já. En að hún hafi endilega orðið úti, þar vil ég ekki taka undir með þér. Nei. Ég vil biðja fólk að lesa bókina og leggja sjálft mat á það hvort hún varð úti. Eða hvort að það eitthvað annað sem kom fyrir. Eða hvort það eitthvað annað. Það leyndardómurinn. Það einfaldlega ofmikið sagt að leggja upp með það að hún hafi orðið úti. Já. En það sem sagt í þjóðsögunni þetta svona, það þarna ákveðin svona... Við skulum segja að þetta mjög dramatísk saga og í henni tölverð spenna, þó ég vil ekki leggja hana upp sem spennusögu vegna þess að þetta örlagasaga númer 1, 2 og 3 og þessi stúlka og hennar örlög þegar við leitað á mig gegnum tíðina að því að mér langaði til að standa með henni. Þú segir hún hafi orðið úti, þú ert akkurat að detta í pottin sem að menn hafa dottið í hægri vinstri og ég vil bara með lesi söguna og komist að því sjálfur hvort hún varð úti eða ekki. En þú ert að veita henni uppreisn æru. Já, ég skal alveg þessari stúlku sem fær í rauninni frekar ljótt sig í þjóðsögunum og þú ert bara að gera hana að manneskju af hold og blóði á þessum tíma þegar hryllilega illa komið fram við snautt fólk, vinnufólk og íslenska alþýðu. Við erum beitt ægilegri kúun, hryllilega og harðræði. Já, en það er alveg rétt hjá þér. Það er beitt miklu harðræði, en ég hef samt að komið fram, ég lá í heilmikilli heimildavinnu og það er nefnilega líka, það er líka gaman. Það er ekki allt bara leiðinlegt, skilur. Þau eiga sína góðu stundir, hún á sína glöðu stundir. Hún eignast sinn léreft serk sem hana dreymir og Dísa er svona, ég held hún hafi bæði verið greind og skemmtileg og hörkudugleg
og hún ætlar ekkert að sko, hún ætlar svolítið að fá sjálf að ráða sínu lífi. Já. Og það ekki auðvelt á þessum tíma þegar vinnur því á náttúrulega bara að vera akkurat eins og bóndinn og hérna umhverfið segir til Já. Hún hefur það samt í gegn, ég veit ekki með hvaða ráðum, að fara upp á hérað í skemmtiferð. Já. Sem segir mér að hún hafi verið mjög ákveðin og skemmtilega ákveðin og djörf, en þar með hún komin, og líka það eiga þennan serk og vera öðruvísi klædd, hún komin út fyrir sitt svona yfirráðar. Hún var að storka samfélaginu. Hún var að storka samfélaginu og það má náttúrulega ekki svona stúlkutettur sem á að vera helst bara heima og þjóna og vinna allan sólarhringinn. Ég ekki að segja að kallar hafi ekki gert það líka, vinnumenn unnu óskaplega mikið, en vinnukonurnar þær voru aðfrá morgni til kvölds og átti ekkert engalíf. En það þarna, mér finnst vera svona samlíðan þarna með fátæku fólki, það sem að mér finnst góð vegna þess að við megum nú kannski ekki gleyma því hvaðan við komum hérna. Við megum alls ekki gleyma því og mér finnst sko einmitt það að ég skrifa þessu sögu til að standa með Dísu. Já. Svo annað í þessu, það þessi ferðalög að vetrum. Það annað sem við gerum okkur ekki grein fyrir, hvernig fólk var að klöngrast hérna yfir heiðar á vetrum og þetta var náttúrulega stórhættulegt. Já, og eins og í Dísu tilfelli, hún sko ekki í brók, hún í pilsum. 1797, konur ekkert farnar að ganga á buxum. Hún alltaf sauðskinsskóm og þetta svo að hugsa sér bara, sko, við ættum alltaf ekkert að sitja hérna, við ættum að vera austur á Fjarðarheiði og kafa í snjó, að tala saman og ég í pilsu og svo sauðskinsskóm og þá værum við komið með rétta stemmingu. Ég hef ekki þannig yfir í snjóin, í hlýjum og þægilegum bíl. Í hlýjum og þægilegum bíl, það aldrei mikið annað, en það einmitt gaman að láta sér, sko, reyna að gera sér í hugarlund, hvernig hlutirnir voru, hversu erfiðu þau voru. Og þegar þessi blessu kona nú sko, komin þó þetta langt að það skuli fara fyrir henni eins og fer, það náttúrulega svo afspyrnu óréttlátt að það ekki hægt annað en einhver reyni að benda á það og standa með henni og þó hann eigi það á hættu að hún leggist á hann. En það nefnilega, þú ert nú líka fjall hjátrúna og það annar þráður í þessu. Já, það náttúrulega 18. öldin, hún svo sterk, það svo óskapleg hjátrú. Það náttúrulega ekki hægt að skrifa sögu frá 18. öldinum að koma inn á hjátrú. Því það er svona berandi element í öllu, hvernig, bara til dæmis hvernig maður komið fram með börn, hvernig þau voru hrædd seint og snemma á öllu. Og þetta svo ótrúlegi hlutir fyrir okkur í dag að lesa en við vitum nú einu sinni hvaðan við komum og við verðum aðeins að halda þessu við líðið, það ekki? Það held ég. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn, Kristín.